Tufa, eftir þessar rosalegu loka mínútur, svona hvernig eru fyrstu viðbrögð? Svona bara mikla tilfinningar núna í gangi, erfitt kannski að segja eitthvað mikið. Fyrra leikur við betri, sanngjarnt að komast yfir, setna leikur FH betri. En svona enn og aftur, við gátum komið veg fyrir þessi mark sem FH er að skora. Sem tekur kannski mest úr því, svona eftir líka svekkjandi jafnunarmark hjá FH hérna í 1-1 stöðu. Það erum við svona að sína mikið karakter og skora annað marki til að taka alla drá punkta. Það svona sýnir hvað býr í mönnum, en mjög svekkjandi að verja þessa síðasta spyrnu leiksins og koma með öll 3 stig heim. Hvað tilurðu ástæðana, þessi 2 mörk undir lokleiks, er þetta þreyta eða? Nei, ég er svona eins og segir, að sjálfsögðu þetta er svona 7. leikur í svona 26 daga á liðinu og spila bara 3 daga fresti og ég sjálfur síðan ég kom inn þá var svona recovery og 1 æfing til undirbúa liðin, en þetta er svona meira að taka meira í ábyrgð, klára þetta sem þarf að klára, utan þetta er svona ekkert að koma úr eitthvað spíli 1-1, sama bara mútið Breiðablik daginn. Þetta er kannski fast leikatri sem erum að æfa mikið og það er svona eins og meiri gretta og meiri svona, já, bara ábyrgð til að klára síðasta spyrnu leiksins. En eins og segir, tekur svona mikið karakter líðinu til að snúa þennan leikur og reyna að sækja alla trápunktana. En svona frammistaðan heilt yfir í leiknum, hvernig svona metur þú hana? Já, svona upp og niður. Mér finnst svona fyrra leikur bara góður, svona góð kontról á leiknum og koma sangjart yfir. Setni að leikur FH betri, fá svona fleiri færiður og halda okkur svolítið í hérna okkar varnarhelmingi, svona eitthvað kannski sem við viljum ekki, erum ekkert vanir í, en alveg saman þá samt eins og segir, ég held að við getum bæta okkur og gera betur í bæði marki, en bara vinna framundan. Það er bara eina sem telur og núna höfum svona aðeins meiri tíma til að vinna í okkur hlutum og koma klárir í næsta leik. Takk hérlega, Tufa. Takk hérlega fyrir.